Föngum viðskiptavinni með stafrænum auglýsingum. Ef við tökum þennan hópa fólki, þá sjáum við allir eru mismunandi. Sumir eru grænir, sumir eru bláir og sumir eru rauðir. Ef við erum að selja til dæmis rauð föt og bara þeir sem eru rauðir eru í rauðum fótum, þá er þetta markhópurinn okkar. En hvernig finnum við þennan markhóp og hvar er hann? Segjum að við séum að selja myndavélar og fólk er að googla myndavél, þá getum við sýnt þeim auglýsingu á Google. Ef við erum að selja leikföng til barna 5–10 ára, þá getum við til dæmis nota Facebook og Instagram til að sýna foreldrum barna 5–10 ára auglýsingu. Þeir sem að læka, horfa á 75% myndböndin okkar eða fara á vefsíðuna okkar, eru þá inn í trektin okkar, hafa sýnt okkur áhuga, hinnir eru fyrir utan trektina. Og við viljum náttúrulega ná þessum sem að fara inn í trektina og þá notum við það sem við köllum elti-auglýsingar. Búm, búm, búm. En þá getum við með töfrum samfélagsmiðla endursenda auglýsingar á þá sem hafa sýnt okkur vöru að þjónustu áhuga. Til dæmis þeir sem hafa lækað póstinn okkar, horft á 75% myndbandi eða farið inn á vefsíðu. Næsta skref væri að safna upplýsingum þá sem hafa áhuga okkur þjónustu. En þessar upplýsingar eru til dæmis netfang og símanúmer og þegar við erum að safna þessum upplýsingum getum við sendt reglulega SMS eða tölvupóst á listan með upplýsingum okkar vöru eða þjónustu og líka til að tengjast viðskiptavinum betur. Þegar við erum að senda reglulega á listan í einhver tíma, þá að lokum breytast þeir sem eru á listinum í kaupendur, sem er næsta skref. Þegar fólk er búið að kaupa, þá er ferlið ekki búið, því að við viljum auka virði hvers kuna og við gerum það með því að vera með framúrskarandi vöru eða þjónustu og með því að minna reglulega á okkur. En það er alltaf síðasta skrefið að auka virði hvers kuna. Svona föngum við viðskiptavinni með stafrænum auglýsingum. Ef þú vilt sjá hvernig þetta virkar, skráðu á listan hérna fyrir neðan og þá ertu komin í Key of Marketing trektina.